Nú erum við búin að bóka dagbókinu í janúar og það er talað afstemmingar á síðu 22. Við ætlum að gera bankaafstemmingu og kalla fram á skjáin bankayfirlitið. Nú, það er hægt að nota ýmsa leiðir til að kalla fram bankayfirlit. Nú, við erum að bóka sérstaklega í sjóðinn, svo við skulum bara byrja á því að fara og skoða þar. Fyrir í sjóður og við ætlum bara að kalla fram skýrslu og sjáu þið fjárhagur hreyfingarlisti og það er hægt að afmarka ef þið eru með marga bankareikninga og ég ætla aðeins að fara ofan í og skoða bankareikningana og þið sjáu að við erum bara með einn bankareikning. Við gætum pikkað úr. Ég ætla bara að tvísmella. Hefði líka verið nóg að sitja sláin bara 10-10. Nú ef við ætlum að taka alla mánuðin inn þá förum við bara niður og gerum forskóðun og þá kemur yfirlitið á skjáin hjá okkur, byrjun á staði 0 og síðan endar í 282.128. Nú ætlum ég að gera escape og fór á langt aftur. Nú ætlum ég að fara aftur í sjóður skýrslur, fjárhagur hreyfingarlisti. Nú við hefum getað afmarkað til dæmis 15. 1. 14 punktur, það er alltaf til 25. 1. 14 og þá getum við gert forskóðun og þá getum við dregið út það sem við vorum að gera þessa daga. Nú, það er líka hægt að skoða sjóðinn hér, bara í bankareikningur, þá sjáu þið spjaldi og svo er hægt að kalla fram færslur á bankareikningin hér. Þá kemur allt hér. Og ég ætla bara að hreinsa mig út Það er líka hægt að fara í safnlykilinn sjálfan og þá fer ég bara í fjárhagur og skýrslur undir fjárhagi. Athugið þið fóruð í skýrslur undir sjóði áður. Og ég ætla að fara í skýrslur og velja færslur, fjárhagur hreyfingarlisti og hér get ég sótt safnlykilinn fyrir bankan. Ég ætla að fara ofan í, nú komið í fjárhagslyklana og ég ætla að smella hér og skrifa bara banki. Þessi lykill safnar saman af öllum bankareikningum sem við erum með í gangi, en það vill svo til að við erum bara með einn og ég ætla að kalla hann fram. Og svo ætla ég að gera forskóðun. Ég geti náttúrulega afmarka dagsamorkun ef ég vildi og svo ger ég forskóðun og þá fáið þið yfirlit yfir bankan og svo er bara að stemma af. Takk fyrir.